Þá er komið að síðasta lið á dagskrá. Það er skýrsla bæjarstjóra, til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að fara aðeins yfir það helsta úr minni dagskrá síðan á síðasta bæjarstjórnarfundi sem var 31. mars. 1. apríl þá satt ég fund með sem samtök ferðaþjónustunnar óskuðu eftir, og þetta voru sem sagt fulltrúar Eyjafjarðarsveitar og auk mín og frá skógarböðunum, og það var verið að ræða fyrirhugaða hækkun stjórnvalda á sköttum á baðlón. Nú á skírdag þá var mikill gleðidagur, því að þá var undirritaður nýr menningarsamningur milli Akureyrarbæjar og ríkisins. Samningurinn gildir til 4 ára og er heildarframlag ríkisins til verkefna hans 1300 milljónir króna. Líkt og áður, þá snýr samningurinn að samstarfi þróun og starfsemi listasafnsins, atvinnuleikhús, sinfóníuhljómsveitar og menningarhús á Akureyri. Og þetta er bara mikið gleðiefni, og það var mjög viðeigandi að fyrrum bæjarfulltrúi, menningarmálaráðherrann Logi Einarsson, undirritaði samninginn með mér í Hofi. Nú, staða innanlandsflugsins hefur verið mikið til umræðum eftir ákvörðun Samgöngustofu að slökkva á ratsjár aðflugsbúnaði á Akureyrarflugvelli og mögulegum afleiðingum þess. Ég hef í tengslum við þetta mál verið í samskiptum bæði við innviðaráðherra og flugrekstraraðila á Akureyrarflugvelli, þess að Norlandair og Icelandair. Ég átti fund með innviðaráðherra þessi mál föstudaginn 10. apríl, þar sem ég fór yfir áhrifin og þær áhyggjur sem við höfum af þessu, og ráðherra lofaði að skoða það. Einnig ræddum við málefni loftbrúna, sem er auðvitað mikið hagsmunamál fyrir okkur, en hann tilkynnti mér það stæði til að gera breytingar á loftbrúnni annarkvort, og við vitum ekki hverjar þær verða, en allavega umfangsmikla breytingar. Nú, ég satt eigendafund Norðurorku fyrir hluta þessa mánaðar, og í gær aðal og ársfund Norðurorku. Það voru skemmtilegir og góðir. Þar voru samþykktar breytingar á samþykktum félagsins í samræmi við eigendastefnu Akureyrarbæjar, og mig langar að segja að afkoma félagsins er auðvitað viðunandi með við allar þær miklu framkvæmdir sem félagið stendur í, og stækkun á bænum og þeim hverfum sem við sinnum og þeim sveitarfélögum sem við sinnum. Og það segir bara til vöxtinn hér á þessu svæði, hverjar fjárfestingarnir eru hjá Norðurorku. En þetta voru fínir fundir og bara allir nokkuð ánægðir. Nú, 10. apríl síðastliðinn, þá átti ég fund þá komu hingað frú Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, og Björn Skúlason, maður hennar. Ég veit að það var vel tekið á móti þeim í Birtu, félagsmiðstöð fólksins, það sem þeim snæddu hádegisverð og áttu góða stund með gestum Birtu. Ég átti síðan fund með forsetanum seinnipart þessa dags, og sótti síðan birting í samkomuhúsinu sem leikfélag Akureyrar setti upp, og fór með forsetahjónunum á þá sýningu. Frábær sýning, og ég vona að þið öll hafið séð hana, þannig að þið vitið hvað ég er að tala. Í síðustu viku fór fram prestastefna á Akureyri, og ég tók á móti þessum stóra og mikla hópi sem voru biskupar, prestar og djáknar, og bauð þá velkomna hingað í höfuðstað Norðurlands, og var með móttöku í safnaðarheimilinu. Í síðustu viku hitti ég kollega mína á þingi sveitar og bæjarstjóra og fór þingi fram í Borgarfirði.
Þar eru ýmis málefni rædd og hluti þessara 2 daga fer í fræðslu, sem sagt, og þá fáum við alltaf fræðslu frá utanaðkomandi aðila og í þetta sinn kom Vífill Karlsson og var með fyrirlestra byggðabrag og ýmislegt fleira og rannsóknir sem hann hefur verið að vinna. Síðan fórum við í skoðunarferðir, skoðum skólabyggingu og Kleppjárnsreykjum, knatthús í Borgarnesi, nýtt íþróttahús á Akranesi og í Hvalfjarðarsveit, heimsóttum Grundartanga og Kappa á Akranesi og fengum kynningu á fyrirhuguðum hafnarframkvæmdum á vegum einkaaðila, rétt við Grundartanga og enduðum síðan í Hvalstöðinni í Hvalfirði. Þetta er í fyrsta skipti sem ég hef tekið fulla þátt í þessu bæjarstjóramóti og það var bara ákaflega skemmtilegt og vel mætt. Nú í gær var fjölsóttur fundur aðalskipulagsbreytingu vegna Blöndulínu í Síðuskóla. Hann var vel sóttur og þar voru góðar umræður en vissulega skiptar skoðanir. Og í morgun áttu við Halla Björk fund með fulltrúum eldri borgara varðandi betri dagþjónustu og uppbyggingu þjónustuíbúða fyrir eldra fólk sem og uppbyggingu öldrunarheimila eða hjúkrunarheimila sem ég minni á að eru á ábyrgð ríkisins. Það var farið yfir það hvar væru næstu uppbyggingarsvæði áætluð í sveitarfélaginu fyrir íbúðir fyrir eldra fólk og fyrirhugaða tímalínu með tillit til uppbyggingar og fleira. Það var auðvitað mikil umræða stuðnings- og stoðþjónustu á vegum sveitarfélagsins og heimahjúkrun sem auðvitað á vegum ríkisins. Og ég ætla að hvetja ykkur í þessu samhengi til þess að skoða frétt á heimasíðu Akureyrarbæjar þar sem kemur fram að tímafjöldi vinnustunda í stuðningsþjónustu sveitarfélagsins hefur aukist umtalsvert milli ára og má það rekja til fjölgunar aldraðra 80 ára og eldri sem dvelja lengur heima. Og síðan í morgun þá undirritaði ég samning við Ungmennafélag Akureyrar og það var bara gaman að heyra hvað er mikill kraftur í því félagi. Ég læt þetta duga. Takk. Það er bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu. Eftirtalda fundargerðir lagðar fram til kynningar, afgreiðslufundur byggingafulltrúa frá 17. apríl, bæjarráð frá 1. og 16. apríl, fræðslu og lýðheilsuráð frá 8. apríl, skipulagsráð frá 15. apríl, umhverfis- og mannvirkjaráð frá 14. apríl og velferðar frá 23. mars. Og þessar fundargerðir má allar finna á heimasíðu bæjarins. Ég slít fundi 16:33 og takk fyrir góðan fund.